Stikur eru náttúrulega hluti af vegbúnaði sem þarf að vera í lagi og sérstaklega það sem ekki er vegriði á milli sem er glitá. Það er búin að vera mikil ánauð á öllum vegbúnaði hérna á Hellisheiði, Svínahrauni og Sandskeiði í vetur vegna gríðarlega mikla snjóa og það vantar verulega mikið af stikum og er ekki gott mál. Þegar verstu veðrin eru og er verið að moka þetta í vondu skyggni og að þá bara kemur það fyrir að náttúrulega menn keyra á þetta og þetta lendir í tönnunum og síðan eru bara snjórinn svo mikill að hann bara tekur stikurnar. Það sem að gerist núna eftir að snjóa fer aðeins að leysa hérna og væri hægt að komast í að laga stikur að þá erum við á kafi í að laga malbiksholur allar trissur. Þurfum að forgangsraða hvað við gerum á hverjum degi og það væri gott að hafa svolítið fleiri hendur til að geta haft þetta í toppstandi. Þetta eru járn sem eru rekin niður og það er ekki hægt nema þegar það er orðið frostlaust. Það var skipt stikur hérna og setta blaðstikur sem ég tel að standi betur heldur en stóru snjóstikurnar og erum fljótari að skipta þær. Það er mjög krefjandi starf að vera í því að endurnýja stikur og þetta er einhverja vikur sem tekur að laga alla stikur á svæðinu eftir veturinn. Svo þarf að vera gott veður, það má ekki vera hálka, það má ekki vera þoka. Þegar við farið í þetta, það er hættan í þessu við að vinna við þetta er nóg önnur. Það þarf helst að vera 3 aðilar með varnarbíla á eftir sér við að gera við stikurnar. Og það sem eru bílar með blikkandi ljós að þar er verið að vinna eitthvað og við þurfum að fá tillitssemi við þessa vinnu, sama hvar við erum, hvort við erum á þjóðvegi 1 eða innan bæjar á Selfossi eða Reykjavík, að hægja á sér og bara slá verulega. Það skiptir miklu máli.